Hjalti Sig, gamli káringurinn hann ekki gamall, bara 22 ára. Hann komin inn á miðjuna. Hann kom inn á í síðasta leik líka og skoraði náttúrulega. Mark númer 2 fyrir leikni. Mikið hæfileika búnt, hann gefur liðinu mikið. Arnar Ingi með misheppnaða sendingu hann á Sindra. Já, Flóki tekur. Ja, missir hann hana. Og þá er Gary Martin kominn en Binni elskar ég hann. Ops. Það var engin rangstaða gefin og Viktor Freyr bjargar málunum hér. Okkar menn ekki parsáttu við að flaggið hafi ekki farið upp hérna. Og þetta er vonandi síðasta skipt sem við spilum á gerðagræsinu. Fyrst og síðasta í deildarleik. Næsti leikur er bikarleikur fyrir norðan við Þór á þriðjudaginn. Og svo mætum við Þór aftur útvelli sunnudaginn eftir í lengjudeildinni. Þannig að nú eru nákvæmlega 2 vikur þangað til að við víum grasið sjálft. Það lítur ágætlega út núna en má alveg við 2 vikum í viðbót af vökvun og hita. Koma Selfyssingar águr. Ólafur Flóki er peppaður. Það er óhætt að segja. Og ætlar að sýna alveg mikla hörku og við erum mannir að sjá frá Ósvaldi Jarl Traustasyni. Ólafur Flóki er ekki nema 18 ára valsari. Þannig að hann er góð lánskjöf frá Sigga Höskuls og Arðar Grétarsinni frá fastnæðafélaginu góða. Róbert Kvendal, missu boltaðan. Það er aðeins upp á að halda boltanum og halda yfirvegun. Hjá okkar mönnum uppæðilegs. Smá taugatrekkingur í gangi. Þannig fekk Danni Finns að fljúa í gólfið. Heitir hann Dín Martin, já. Skaphundi mikill í stjórastól Selfyssinga. Sagan segir að hann sé fáið smá svona get out of jail free card fyrir að vera tjalli. En munnsöfnunni getur verið svakalegur stundum. Ja, það kemur hann upp. Boltinn er inn á. Ja. Þetta eru ólíkir stílar. Vigfús okkar maður. Mjög yfirvegaður á hliðarlínunni. Donni kannski frekar í hinni línunni. Davíð Júlían læðir boltanum hérna framhjá upp til Ólafs Flóka sem missir hann frá sér. Og Hjalti hreinsar upp. Það sem að geta að lengjudeildin verður með beinar útsendingar eða já, það verður beinar útsendingar frá lengjudeildin í öllum leikjum sumarsins á YouTube, rás deildarinnar og vonir á nýjum vélum til landsins sem að munum taka upp leikina sjálfar með einhvers konar gefrigreind og við erum mjög spennt fyrir því. En ætlunin er að hafa lýsandi á öllum leikjum og gera skemmtilega umgjörð en auðvitað er langt best að koma á völlinn, styðja sitt félag og fá sér geggjaðan stolt borgara og eins og í kvöld var skemmtilega fyrirlestur hjá Davíð Snorra og Freysa árin 2013 til 2015 sem eru náttúrulega öllu leiknisfólki
kær. Það okkar menn að komast aðeins meir inn í leikinn og halda boltana betur. Sindri náttúrulega með geggjaða sendingu hérna. Arnór Ingi gefur hann fyrir, flott, Danni Finns. Setur hann, glæsilegt, að sjálfsögðu, galopið. Frábær byrjun eftir að hafa aðeins verið á hælunum í byrjun. Frábært, þetta var ekki þrjusa með vinstri frá utan og teig, en einhvað sögur gildir jafn mikið. Frábært hjá Danna Finns. Okkar maður kominn úr Garðabænum og það er spurning hvort að þeir gleymi bara að hann sé á láni hjá okkur með allt sem að er í gangi þar. Nú er hann búinn að skora í fyrstu 2 leikjum tímabilsins og augljóst að hann er algjör lykilmaður, hefði verið að Efstöld líka í fyrra og voru margir ósáttu við hvernig það mál fara alltaf, en hérna menn verða að fá að kíkja í pakkan þegar það kýtlar að pröfa eitthvað nýtt og það er allt fyrirgefið, sérstaklega þegar menn setja hann. Það er frekar nett sending hérna upp, en Binni hljóðlætur ekki plata sig svona auðvitað. Og Gary Martin hefur vitað að kom ekki inn nálægt honum. Já. Pressa hjá Bretanum. Flott spil á kantinum hérna hjá okkar mönnum. Ómar sóði með boltan. Og ég sé ekki svo glatt yfir völlin í stúkuna, gömlu góðu Sovjetríkis stúkuna okkar sem er alveg að hrynja. En hún var svo sem að hrynja in the 80s þegar ég var patti. Hún við vorum að Buxi sér á svæðinu, Leiknis Legend og hérna, já, einn af dáðustu sonum Breiðholtsins. Hann byrja á Selfossi núna og er eitthvað viðriðin starfið þar, skils mér. Og önnur Leiknis hverfishetja er Maggi Pera sem er líka á brottfluttur þangað. Eitthvað er í vatninu. En það er alltaf best í Breiðholti. Okkar menn hafa núna tekið svolítið völdin í leiknum. Flott sending í Hvalta hérna yfir á Ólaflokka. Teygja vörninni. Gary Martin byrjar að væla. Hann ætlar að Herðu, Gary Martin og litli sæti þjálfarinn hjá Selfossi er að ráðast á línuvörðin. Ég ætla að túlka það þannig. Það eru ósáttir að það sé kallmaður að taka á þeim hérna. Kallmaður nafni Binni Hlöð, Geitinn. Ég vona að heyrist okkur í mér. Ég bara þori ekki að tala hérna svo ég sé ekki trufla þjálfarana við störf. Fékk þumalinu frá upptökustjóra þannig að ég held ótrúður áfram bara hérna í ráleitum. Jæja, nú fá væli kjónir eitthvað fyrir sinn snúð. Þetta er svo sem ákjósaleg staða fyrir góðan flugskalla ef Gary nennir. En eitthvað segir mér hann verið í gjörgæslu. Við höfum nú rekið okkur á það að peppa hann aðeins svo mikið fyrir leik hérna á Dómusnóvellinum og fengið þau andlitið, þannig að
svona aðeins lært af því og halda okkur hæg þá til að allan að leikurinn er byrjaður. Núna get ég rifið kjaft. Flott útleip hjá Viktor Frey og hann sýnir öryggi hann í tegnum. Og boltinn upp, Daví Júlían sprettinum. Og Selfoss kom hér í heimsókn á gerfugrassið fyrir nokkrum vikum, 3-4 vikum. Það var í 32 úrslitum bikarsins. Og þeim lauk 1-0, lauk 1-0 fyrir leikni. Markið seint, mjög seint í leiknum. Þetta er bara í uppbótartíma frá Ómar Sói. Sindri Björnsaldi átti stóðsendinguna og Ómar vippaði við markurinn, mjög snyrtilega. Ég myndi að maður þykja 1 eða 2 svoleiðis viðbót í dag. Fyrst að það komið 1, mikið vill meira. Og Hjalti með sendingu fyrir. Fín byrjun hjá okkar eftir smá 5 mínútur af smá stressi. Nú eins og áður segir, verða allir leikir í beinni á YouTube-rás lengjudildarinnar og fyrir þá sem renna ekki að sitja heima en hann heldur ekki að koma út og andaða sér fersku lofti með okkur. Þeir geta farið á hverfispöbbin okkar sem að styður félagi getum súrt og sátt. Súrt og sætt. Það er álfurinn í Hólagarði. Sofía, Júlíana og þeirra teimi hugsa vel leiknisfólk hvort sem þessi leikdagur eða ekki. Og það er gaman að segja frá því ef leikurinn er flautar af núna þá væri kjúklingaveisla þar í boði fyrir vallagesti strax eftir leik. En ef að liði okkar tekst að halda hreinu þá bjóðu þau upp á snarl fyrir svanga vallagesti eftir leik. En hvernig sem leikurinn fer þá er partí þar. Helgin byrjar hér í 111. Það er Trúbadós Duettinn Duplex sem var stígur á sviði klukkan 9:30 og það er tilboð á bjórnum, svo kallar leiknistilboð sem að varir allavega einhvern klukkutíma eftir að leikurinn er flautaður af, þannig að það meikar ekki sens að fara bara heim eftir leik. Við hittumst á álfunum í Hólagarði. Men ég hjala þá veit ég ekkert hvað gerðist en það er einhver hnjaskaður hérna við hotfannan sem betur fyrir ekki leiknismæður en við erum alltaf að sjá alla heila og klára leik og alla breytingar séu taktískar. Ok. Það er ágætlega gaman að sjá svona í close-up svolítið hversu nájaður hann Dín Martin er. Finnir þessa frá. Hann er inn á boltinn. Nú Ómar Sói hérna er ekki að það búin að fá reynd hvort að maður eða spila fram eða ekki en hann hefur verið nokkuð skemmtilegur í undirbúrstímabilinu og skoraði mark á eins og áður segir í byggarnum og svo í deildinni 3. marki í síðustu viku. Hann er klárlega hæfileikaríkur leikmaður. Vildi ekki kannast við það að hafa sagt að markmið hans fyrir tímabilið væri að vera markahæstur. Ekki að því að það er ekki markmiðið heldur að því að hann fannst það kannski hljóma svolítið kokki. En hún var nú bara fljótt tjáð að Kristi er guð velkomið hér í gettónu. Og við bjóstum miklu frá honum. Mark í leik er það til á mikið sætlast, 22 pluss úrslit í keppninni ef það fer svo illa að við tökum ekki fyrsta setið. Hjalti kom inn fyrir þetta teig, Arnór Ingi, Róbert Kvendal, sjá hvernig hann getur
undir klufu. Næja, það var nú ekki mikið í þessu, þurfum ekki að væla yfir því. Næja, það var Dean Martin með boltan. Stórkostleg sending hjá honum. Þeir eru komnir upp kantinn, Selfyssingar. Og Viktor Freyr, glæsileg varsla hjá honum. Þessi var leiðin inn. En að sjálfsögðu vil Gary Martin meina að þetta átti að vera skallasending á hann og algjör vitlaust að skjóta þaðan. Það er nú fáir, ja, öryggi með þessi og Gary Martin. Og við elsku það. Það er Selfyssingar að taka horn frá klúbhús hliðinni. Fínasti bolti. Og Gary skallar bakgrinding á hann. Ósáttur. Merkilegt nokk. Virtist nú ekki vera mikið í þessu, en svona er það. Það má ekkert í boltanum lengur. Nema það sem að Binni gerir. Okkar menn hafa svolítið gefið forskotið eftir á frumkvæðið til Selfyssinga síðan að markið kom. Svo sem engin ástæða til þess að reyna að dominera allt. Kannski hraðarplöp séu málið fyrst að maður er komin í þessa stöðu. Nú, önnur aukaspyrna, þessi eru kannski fullant í burtu til þess að gera mikið nusla, nei. Menn þurfa að vera vakandi. Og þessi er inni. Þetta var vont Viktor Freyr. Það verður ekki tekið af neinum. Uss. Það var eins og hann held að boltinn væri komin yfir slána. Jón Vigni Pétursson skorar. Ekki gott. En áfram gakk. Við erum betra lið. Þurfum bara spýta í lóna. Þróttarar jöfnið í síðustu viku og þá tókum menn við sér aftur. Þannig að þar fór kjúllinn á álfinum. Öss! Maður þarf að kaupa sér mat þá. FML. Þetta var... Það segir ykkur allt hvað ég veit fótbolta. Það var alveg hættulaus sending. Hún var svo bara skoti. Ólafur Flóki. Hún hefur byrjað leikið vel. Ólafur Flóki var að mála hjá liði á Ítalíu á einhverjum tímapunkti. Sem ekki sagt mikið það, en hefur komið skemmtilegur inn í hópinn og þó hann sé lánsmaður þá lætur hann ekkert lítið sem fyrir sig að fara. Og gaman að sjá þegar hann kom í hús fyrir leik að hann var smá swag yfir honum. Notar fólk ennþá það orð, swag. Hann allavega hefði örugglega einhver getað spurt hvaða buxum ert í og hvaða heyrnartól ertu að nota. Arnór Ingi þarna á hægri bakverðinum. Hann kom til Leiknis með minni frá Stjörnunni, svona 2018-19. Hann er ekki nema 22-23 ára. Fór til Vals í fyrra í glugganum, síðasta degi gluggan sem við minnir rétt. Það var svolítið svona, kom einhvern veginn fáta á menn og hvað, hann kom aldrei góða útskýring á því af hverju þetta varð, en hann vildi bara fara og höldi mönnum ekki nauðum. En hann er komin aftur á láni og mikil köggull baráttuhundur. Ég persónulega hef alltaf haft dálæti á honum svona í leikjum sem að voru einhvers konar þrotanaslægið í bestu deildinni, þá var hann oft skaphundur og alveg brjálaður. Þannig að hann er með ákveðin svona standard sjálfur þar sem hann
eins og núna, tekur boltan bara á honum, ekkert kjaftaði. Þú F-ar ekkert í Arnór Inga. Nú, byrjaði að rífa kjaft. Nei, hvað er Martin ósáttur? Það vonandi enginn í drykkjuleik fyrir öll skiptin sem hann töðar. Finni gefur hann á, flókaði upp á vinstri kantinum og fyrir á Ómar Só. Ekkert góð dómgæsla. Ó, flott. Ómar Só lætur finna fyrir sér. Það verður ekki tekið á honum. Menn verða tilbúinir í bardagan. Nú, Ómar hefur fengið gagnrýni á allavega á Twitter fyrir grottaralega tæklingu í undir lokleiks á móti Þrótturum. Það er ekkert að milla mála að dómarinn hefði átt að dæma rautt þar. En vel gert hjá Arnór Inga. Selur sig dýrt en endi boltanum í horn. Já, margir hafa farið fram á að það sé komið á VAR í íslenskum fótbolta og jafnvel á tímabundum Valbjarnarvelli Þróttara, þar sem að myndavélum var komið fyrir aldrei 10 mínútur fyrir leik. Veruleikafirringin býr náttúrulega í íslenskum knattspyrnu. Að ef að besta deildin er 57. besta deild heims, þá væntanlega, eða Evrópu, þá erum við væntanlega með á hérna núna að horfa 112. bestu deild Evrópu. Algjör fyrir að halda það því fram að það sé hægt að setja upp VAR-herbyggi einhver staðar sem að fylgjast með öllum sjónarhornum og tekur völdin á dómurum. Það er bara mannlegu leikur og litla Íslandi tökuðu því bara. Jafnar þetta sig ekki allt út á endanum hvort sem er. Einhver sagði það einhvern tímann. Undantekningin er náttúrulega árið 2015 þegar við vorum í Pepsi-deildinni og duttum út. En það var tæft, miklu tæfar en fólk mann. Nú er aðsfæla að regna. Ég þorði ekki að jinxa það, en alveg skilti gert það. Nú það er ýmislegt að gerast hjá ástkæru félagi okkar. Hann er búið að opna vefverslun, leiknir.store, store S-T-O-R-E. Að gera kíkja þangað inn og kaupa sér varning. Meira á leiðinu náttúrulega með nýja merkinu og svo er þetta að fá sér áskort. Þau hætti ekki til sölu þó að fyrsti leikurinn fari fram. Að gera sína stuðningiverki og ekki setja stolti í Breiðholtið. Efst á þeirri síðu líka að skrá svo á póstlista, þannig að það fari fréttabréf með öllum fréttum félagsins í inboxið þitt og það er lagana. Við erum að nýta alla leiðir til þess að hafa sambandi stuðningsmenn og aðra. Næstu viku fyrir svo í sölu 50 ára afmælistreyja félagsins. En fyrir það sem ekki vita þá er félagið 50 ára núna á miðvikudaginn, 17. maí, ef mér minnir rétt. Og já, mikil eftirvænting ríkir eftir þeirri treyju. Hún er stórglæsileg og ermum hennar og herðum liggja nöfn þeirra 23 leikmanna sem að hafa spilað 100 leiki eða fleiri fyrir félagið. Treyjan mun bera gamla og nýja merki félagsins. Nýja merkið er umdeilt, svo ekki mér verið sagt, en ef að litla félagi í gettóinu getur ekki svingað for the fences þegar það breytir aðeins til, þá er okkur öllum lokið. Nú leikmennir eru nú að spila í treyjunum sem hafa verið í notkun í síðustu 3 ár. Þetta er þá 4. árið sem það er spilaði með víkurverk framan á. En á nýju treyjunum sem eru aðeins meira
töffarlega þetta er Róbert Kvendal með flotta takta og fínustu sendingu fyrir. Þetta er það sem hann gerir best. Já, nýja aðaltreyja félagsins er ekki beina línur. Þetta er náttúrulega eitthvað sem er mörg félag er að pröfa. Crystal Palace sem við höfum ofta elt okkur við og Víkingur meðal annars. Svona blurred lines eða fljótandi línur eins og Víkjó sem að kalla þetta. Nú Sjóvá tryggingafélagið er nýr aðalstuðningsali á keppnistreyjunum og koma þeir mjög veglega að borði með Leikni. Kunnum við þar mikla þakki fyrir. Davíð Júlían á Flóki náði honum ekki hérna en Davíð heldur áfram að vinna og nú er það Gary Martin versus Daði Bærings. Þetta var all day, Gary, all day. Sett hann svona. Thank you very much. Nú, Róbert Kvendal tekur við boltanum. Til að fá afsaka með 1 sekúndu meðan ég setja á búlpuna, það er farið að hellidemba hérna. Ég er komin aftur, ekki vera vanta. Ég ligg upp á hól hérna þannig að ég drukna ekki í rigningunni. Við erum komin rúmlega hálftíminn í leikinn. Það verður voða þægilegt að fara að fá 1 mark í viðbót. Sindri nær ekki að fífla Selfyssingi þannig. Já, og í sambandi við treyjurnar náttúrulega þá eru númer leikmanna allt önnur núna heldur en þau verða á nýju treyjunum. Þeir eru allir búin að velja sitt númer og ég er maður á 50 aldri, skil ekkert í því að Sindri Bjössi er númer 88 og þaðan að vera. Nýjan okkar, Ómar Só, alveg bonafide aðal sóknarmaðurinn, aðkeyptur, komin hér til þess að skora mörk og vera toppskorir. Það verður númer 67 ef við minnir rétt. Og þar fram eftir götunum. En svona er unga fólki í dag. Við verðum þess ekki. Róbert Kvendal, 45. En á bekknum hjá okkur er Kai Leo í Bartalastofu. Kom til félagsins í apríl. Samningi 1 ár eða út þetta tímabil. Hann er nummer 7 núna og í nýju treyjunum. Gamli skólinn. Og það kom skemmtileg statistík á Twitter í vikunni, það sem hún Elva Björk, minnir hún sé að Skaganum, kemur stundum með skemmtilega statistík inni þar sem hún er að grúska í. Gaman að því. Í lengjudeildin er ekkert lið með fleiri landsleiki innan sinna raða en Leiknir. Og þá er það talið með frá undir 15 ára aldri. Þar er einmitt Kai Leo leikjahæstur í landsliði með 27 leiki. Þannig að til þess að vinna þá deild, það var gott að skrá hann, en hann byrjar að bekknum í dag og með þarf í seinni hálfleik þá kemur hann kannski öskurinn. Það er
ungir og spennandi leikmenn náttúrulega fyrir þá sem ekki fylgjast mjög vel með Leikni. Það er Davíð Julian Jónsson núna á miðinni hérna, númer 27. Leiknisfólk er mjög spennt fyrir honum. Hann fór á trial hjá Nijmegen í Hollandi í vetur. Merkilegt nokkuð hann var lánaður til Þróttar Vogum í síðasta sumar í Lengjudeildinni. En svo fræktur öll fóru þeir lóðbeint niður og höfðu ákaflega lítil not fyrir hann. Eða Skelsen Veselæ sem er náttúrulega líka einn af okkar upprennandi ungu leikmönnum. Og þeir erfiðlega gekk hjá okkur í bestu deildinni fyrir þá bara kom hann tilbaka í glugganum og var einn af björtu punktunum þegar við í vegferðina að falla. En mikla vonir bundna við Davíð Julian í ár og til framtíðar. Ef það er eitthvað jákvætt við að falla þá er það náttúrulega þessir ungu uppöldu leikmenn fá sénsinn. Smá darraðadans í tegnum og endaði það með skoti frá Brynjar Hlöð sem fyrir horn. Það er eitthvað síðan að við sáum Brynjar Hlöð setjan síðast. Þannig finnst tegur hornið. Stórhættulegt horn, þá bara að setja mann inn í teig á þetta sem var ekki gert í þessu tilfelli. Hjalti með sérstaka sendingu. Ef sendingu skildi kalla. Róbert Gvendal stóð upp á boltann á miðjunni. Ekki veit ég hvað gerist þarna. Þarna ekki með boltan hægra megin. Gefur Róbert Gvendal. Þannig finns. Það var ekki góð sending. Og Daði Bærings á Gary Martin. Étur hann. Hann sér sér þann kostnauðan að gefa boltan frá sér, beint á Viktor Freyr. Kemur Hjútli, Hjalti Sigurðsson upp miðjuna. Selfyssingar að bakka svolítið. Örugglega sáttir að live to fight another day í seinni hálfleik. Bætir aðeins í vindinn hérna á Dómusnóvellinum. Og Sindri Björns safnar stigum upp í guld. Sindri var náttúrulega einu sinni mjög hárfagur og hefur farið í gegnum alls konar stíla. Það hlýtur að hafa verið einhvers konar bett eða einhver sem að heitti á hann þegar hann í æfingaferð leysins núna í apríl rakaði hárið sitt eins og hann væri Dr. Phil. En hann virðist að hafa haldið þeim stíl aðeins við. Hann er alltaf smekklegur og sendingagetan upp á 10. Sindri er ekki nema 27 ára þó að hann hafi slegið í gegn á þessum gullaldar árum 2013 og 14. Og hann fór svo til Vals og til IBVF minni mig og svo búinn að vera í Grindavík þannig að hann kom heim í fyrra. Hann á klárlega að vera lykilmaður í liðinu þetta árið og kannski skemmtileg sögulína þá að Bjarki Aðalsteinsson og Dagur Eismann og Kristofur Konradsson sem var nú á láni samt hérna. Þeir þrír komin í Grindavík í stórskotaliði sem á að hlaða í promotion. Við erum með okkar uppöldu menn og ætlum að hrella þá. Það verður ekki auðvelt fyrir þá. Nú svipuður staður og marki kom úr en það er rangstaða og Viktor heldur hann hana. Spilað frá markverði, sýnist mér.
eða ekki. Þið eru að hlusta á algjöran sérfræðingur í knattspyrnufræðunum. Jep. Gary Martin. Binni er að reyna að þreyta hann bara. Gary verðist að komin í einhvers konar leikstjórnandastöðu. Þetta er ekki svona auðvelt gegn Leiknismönnum. Bara búin að hafa 1 auðvelt mark í dag og þau verður ekki fleiri. Ekki auðvelt allavega. Og svo er allt í geimuruböllin. Danni Feins. Og stingur hann aðeins inn fyrir. Það vantaði einhverja 10 cm upp á að Ómar Sói væri komin til þess að dinka honum yfir markurinn. Ekki mjög ólíkt því sem hann gerði gegn Selfyssingum í uppbótartíma fyrir 3 vikum. Selfyssingar farnir að klappa boltanum full mikið fyrir minn smekk, en það er ekki nákvæmlega þá sem við hendum okkur upp og vippum honum inn í markið. Eins og til dæmis bara núna. Nei, Arnór Ingi þarna ekki alveg meðvitaður hvers konar rándýr var á hæluramannum. En Gary Martin fer illa með þetta og allt of fluttur að skjóta. Veist ekki nennan hlaupa með boltan. Ég ætti kannski grjóthalda kæfti, hann er alveg líklega til þess að eyða hálfleiknum í að hlusta á upptökur af fyrir hálfleiks stælunum í mér. Svo setja þrenni í seinna hálfleik. Ég tek samt sjansinn. Ræði ekki við mig. Það er Binni og Sindra. Það er Bærings. Þetta er gullfallegt. Allt uppaldi drengir. 27, 26 og 34 ára gamlir. Það er Bærings náttúrulega orðin aðal fyrirliði félagsins eftir brotthvarf Bjarka Aðalsteins. En það hefur verið varar fyrirliði í valdatíð Bjarka. Stígur nú upp og setur liðið á herðar sér. Þetta er náttúrulega alveg frábært tímabil í Pepsi-deildinni fyrir 2 árum. Og eins og allt liðið og vegna meiðsla og annarra hluta þá gekk ekki alveg nógu vel í fyrra. Nú, þetta var náttúrulega bara aukaspyrna sem að Robert Quental átti að fá. En og aftur, langskotin beint á markið. Viktor Freyr klikkar ekki á því. Hann er locked in og búinn að loka búrinu. 7-9-13. Þá er flautað til hálfleiks. 1-1 er staðan. Og bæði lið cirka bát grautfúl með að vera ekki búin að setja hann aftur. Ég vil líka minna á veitingasöluna á Barnum á Álfinum. Þeir sem eru að horfa þar í beinni. Gerið vel við ykkur. Ég fekk mér fisk og franskar fyrir leik og gómsætar voru þær.
fiskurinn og franskarnar. Nú ég sé að einhverju villingar úr Vesturbænum eru komnir. Stefán Árni Geirsson og félagar. En þeir eru náttúrulega mikli félagar Hjalta Sigurðssonar. Og reyna að grilla eitthvað í honum. En þessu góðum þuli sæmir ætla ég að fá mér eitt kaffibolla, taka mér að lögbundna pásu og koma aftur þegar boltinn fer að rúlla á ný. Takk fyrir að vera með okkur.
í komandi kjörfunum séu sárir yfir því. Þeir geta fokkað sér. Það sýnist liðinu vera óbreytt. Þrátt fyrir einhvern njask. Já, allavega Leiknismenn. Selfyssinga þekki ég ekki nógu vel. Garri inn á allavega. Og já. Kai Leo. Alveg í blindi þarna Kai Leo, já. Hann hefur komið inn á fyrir Davíð Júlían. Það vonandi bara taktísk breyting. Kai Leo náttúrulega miklu meiri kantmaður heldur en Davíð Júlían. Nú, inn í klúbhúsi var málmálana, það veri leiðindareikning og vont mark að fá á sig. Ég hitti gamlan félagið minn frá Selfossi líka og hann sagði að við erum heppnir að vera ennþá inn í leiknum. Það er alltaf sami hrókin í Selfossingum. Það er nú alveg rétt samt með okkar menn að vantar aðeins upp á kókristið og svona brjóta lið. Þeir eru annar leikurinn sem við komumst yfir og einhvern veginn hleypum liðinu aftur inn. Þegar við ættum að geta haldið boltanum og brotið þau. Það kemur. Þannig að ekki komin tveggjast af að tala á hitamælinn. Þannig að við búið að menn séu enn að hlaupa sér til. Nú, ágætið sending hérna. Aðeins aftur fyrir fyrirliðan, Guðmund Tyrfingsson. Það er kannski hægt að hætta að hlaupa og leyfa markverðinum að detta á sig og fiska þannig vítið. En við viljum ekki sálfleiðis, við viljum verðskulda allt. Fínasta sending á Gary Martin og skot sem að beinir hlöð setti sig fyrir hetjulega og Selfyssingar uppskera hotn. Viktor er staðinn upp. Þetta er ekki ferð upp á slys og allan ekki sinn. Í einhverjum kommentum sá ég að það var ekki fullkomin útsending hjá einhverjum. Og við erum náttúrulega með deildinni og þjónustuaðilum að fínpúsa uppsetningar og þetta verður allt alveg fullkomið í 3. og 4. umferð. Jafnvel betri lýsendur ef óskað eftir því. En fyrir satt Leiknisfólk sem að er að njóta þess að fá að horfa á liðið sitt úr þægindum sófans eða jafnvel erlendis, þá bendi ég á að það er ekki til fyrirstöðu að fara inn í vefverslun félagsins leiknir.store og þegar þú skrólar aðeins niður þá getur þú séð netmiða og í það verslað netmiða til þess að
styrkja félagið með einar 1000 krónur. Hálfvirði afgangsmiði hér í dag. Þetta var náttúrulega herfilegt. Allir sofandi þarna og boltinn bara Selfyssingar skora. Ég veit ekki hverjum ég á að kenna en minn maður Arnór Ingi var allavega þarna á svæðinu og ekki nálægt markaskorunum. Ekki gott, en Leiknismenn eru bestir með baki upp við vegginn. Spýta nú í lófana og við förum að sjá alvöru gæði. Við erum ekki að fara að tapa heimavelli fyrir Selfossi. Trúi ekki fyrir en ég sé það. Hjalti með góða setningu sem opnar inn á Arnór Inga. Danni með boltan og komin inn í teig. Nei. Það var hann misfórst fættur en Robert Kvendal, annar leikmaður kom með boltan og rángstæða eða farinn, ég veit ekki hvort það var. Og Hjalti kemur boltan. Hjalti tekið niður. Spurning hvort þau getur gert okkur mat úr þessu. Nú, spoiler alert, það er 0-0 í hálfleik í Mosfellsbænum. Eða þeir eru vist að spila á framvellinum. Gegn Þórsurum frá Akureyri. Og í Grindavík eru komin á 54 mínútu eins og hér. Og staðan er þá 0-0 þar. Ja, Kæli á með boltan, þarf að gera einhvern nusla, gefur á Danla Finns, setur hann fyrir, Kæli á komin aftur. Óki, Danni Finns og hvað gerum við? Sindri, Kæli á fyrir. Þetta ekki nóg hitt með það, en svo sem líklegt til árangurs ef við reynum þetta 5-6 sinnum yfirbútt. Aðalatriðið er að enda með skoti, alveg eins og í körfuboltanum. Kæli á með fínustu sendingu, það vantaði bara mann á þetta. En fyrsta skrefið er að komast upp völlinn og komast í þessar stöður. Já, þetta var hljóðið í opnun á góðu rístykki úr vallarsjöppunni. Jæja, síðan að Selfyssingar komast yfir þá eru okkar menn meira með boltan. Nú er að láta það telja. Það verður ekki þannig út leikinn. En hvernig var það með kjúklingagleðin á álfinum? Selfyssingar eru búin að skora 2
skuldum við þeim þá kjúkling? Kælega var að koma ferskur inn, svo mikið vilt. Fíblar hérna varnamann. Hlýtur að vera rosa gott fyrir egoið að heyra andköfin í svo kallari sovísku stúkun okkar. Og Arnór Ingi komin inn í teig. Og Sindri dundrar en Selfyssingar af vakandi. Nú myndi ekki veita af einni góðri sólstingstungu sendingu. Það var Árni Súpermann, byrjaðar að styðja félagið og leikmenn. Það er hot. Þannig tekur það stutt á Róbert Kvöndal. Hann gefur fyrir þetta. Sleipur bolti. Markur í gestanum náði ekki að halda honum en kom hann frá. Það vantar bara fleiri fætur og usla inn í teig til þess að jafna leikinn. Það er ekki. Róbert Kvöndal kom með boltan, það sem hann líður best. Sjá hvað kemur því á. Þetta er alltaf að koma í okkar manni. Og svo aftur. Ómar. Þetta. Menn garga hérna af heldri mannastúkunni og haldaði fram að hann hafi varað hann. Ég sá það nú ekki. Donni aðstofþjálfari sama sinnis og komin á fína línu með spjald. Vigfús Stóvískur heldur sig fjarri þessum. Það voru augljóst fyrir öllum nema mér og aðstofdómarunum. Þetta var bara útspark. En Ómar Só átti náttúrulega klárlega að gera betur þarna. Hann átti að stanga hann í netið. Ekki niður í gólfið og yfir. Kari Martin er komin í teig, það veit aldrei á gott. Viktor Freyr næra að verja hann. En úr klafsi kemur hann að mark. Og er þar að verki. Það er ekki gott. Nú syrtir í álinn. Ok. Það er komin einhver leiðendur tónn í menn. Læt það ekki eftir en menn þjappa sér nú bara saman og dusta sér ekki og það er nóg eftir þessu leik. Við erum á heimavelli. Við erum betra liðið. Hvað sem að áhörnundum á finnast. Það var beðið hlutdragarlýsingar. Bara svo því sem haldið til haga. Og svo hann draðis upp á. Kemur svolítið svona gegn gangi í leiksins þetta þriðja mark. Selfyssinga. Það er ekki spurt að því. Ef mann klárar ekki varnarvinnuna sína þá veitir það ekki gott. Þannig að skullu tveir Selfyssingar saman. Mér sýnist nú annar þeirra bara hafa rótast. Það liggja alveg óvígir eftir. Önnum er heitt í hamsi. Einhver heldur því fram að
Leikmanni Selfoss hafa verið hrind, bakhrinding af öllu þessu. Nú ég bara upp á hól og sé ekki endursýningar. Arnór Ingi kom með gult. Krefst skýringa. Kapteinn kallar hann tilbaka og segir hann að bakka. En flott að sjá smá passion. Ok. Jæja, Sindri, rödd, skynsemanar, biður að fá að byrja leikinn aftur. Enda allir vaknaðir, allan þeir sem reyna á velli, og það vel. Virðist engin heilarýstingu verið í gangi, en mönnum heitt í hansi. Ég búinn að klakka inn 8 haltu kjafti og þar fram eftir göttunum. Ég hef ekki meira eftir. Hlíf ykkur við því. Til að sementa fólk. Jæja. Danni gefur henni gegn. Þetta var svokölluð Solstings stungusending. Og Ómar reyndan á hann aftur hann á Kai. Núna fer þetta að koma. Nú. Búið að tæma bekkin heldur hjá okkur. 5 manns að fara hitt upp. Allt ungir og skemmtilega menn. Gary Martin á Daða Bærings. Daði étur hann. Aldrei spurning. Þá var það bara að hlaupa aftur. Hjalti í forgrunni þar. Danni á Rabba. Rabbi ætlar að skjóta bara. Já, flott. Þetta kemur. Það var fínasta skot. Ekki laust, ekki beint á markvörðinn. Aðeins yfir. Meira og svona. Ég veit ekki með ykkur en mér finnst bara alltaf gott að klára sóknir með skoti. Ekki einhverju klafsi og bulli inn í teig og reyna hótanum inn á línni. Nú okkar allra besti Haukur Gunnarsson, fyrrverandi fyrirliði félagsins og meðlumur í Hofi Leiknis, Hall of Fame. Hann fjari góðu gamni, hann nú yfirleitt með myndavælinn hérna uppi og grípur hvert einasta moment. En varamaður hans ekki verið endanum, það Hafliði Breiðfjörð. Getur maður ekki sagt eigandi fótbolta.net. Hann kemur gult spjald og Danni finnst að ekki alveg komið nógu nálægt til þess að fyrir svonum í samskeytin en já, gult spjald og aukaspinna, einhvað síður. Já, vonandi fáum við góða myndaveislu frá Hafliða Breiðfjörð í kvöld eða með morgunbollanum í fyrramálið. Mikið öskrað, mikil ástríða. Þetta fínasta myndefni. Kai Leo fær boltan hérna út á vinstri kanti. Velti tilbaka. Arnór Ingi. Kallar ekki allt ömmu sína. Hann og Róbert Gvendal komin inn í teig. Þetta sko, það verður einhver að fara að setja hausinn á þetta.
Hann getur ekki endalaust verið að dilla þessu upp. Ólafur Flóki með þrusu. Þetta var gullfallegt. Þetta sá ég ekki gerast. Ég sá þetta, en sá þetta ekki fyrir. Ólafur Flóki með sitt fyrsta mark fyrir Leikni. Og það var ekki að verra endanum. Það var ekki bara við vítateigslínuna að vinstri kanti. Hann Stephensen, mér skilst að hann sé hálfbróðir Chris Ocon í Grindavík. Þannig að það nóg eftir núna og lagað menn stígi á enn meira á bensíngjöfuna. Við viljum öll 3 stigin, ekki bara 1. Við byrjum á einu marki einu. Nú, Sigurður Heiðar Höskuldsson, annað Leiknislegend. Hann á vellinum og hefur verið að fylgja liðinu mikið. Mjög gaman að sjá hann. Ef það svo sem enginn hóllista hans eða hann þetta vænt félagið og liðið, en hann komin í stórt og mikið verkefni með Val og eitthvað segir mér að hann hafi nú haft einhverju milligöngu að Ólafur Flóki fengi að spreita sér lengjudöldinum okkur. Iljar honum örugglega hjartarætur að vera mættur. En það ergir mig óendanlega að hann skulle alltaf mæta með ekki Leiknisleirhúfu. Hún var nú gefin einn falleg Leiknisleirhúfa og nú þegar ég að opinberlega auðmýkja hana í þessari beinni útsendingu sem að minnstu kosti 12 að horfa á, held ég að það dugi til þess að hann mæti með flotta Leiknisljónadeirhúfuna sína, versta bestu deildinni að næsta heimaleik Leiknis. Hann ávist einhverjar 70-80 deirhúfur og í dag það Cleveland Cavaliers með gamla Cavs-merkinu frá 80s sem var fyrir valinu. Sléttir, hún mjög reffileg sko, en hún engin Leiknisdeirhúfa. Sindri komin í hornið, spilna frá honum. Og Danni á að fá hann hana, þetta var ekki vel útfært. Grípur inn í þarna en missar hann út af greinilega. Selfyssingar eru að undirbúa skiptingu. Það leikmann 8. Ingvi Rafn Óskarsson sem er að koma inn á fyrir einhvern. Selfyssingar sækja aftur og gerir sér líklega. Arnór Ingi selur sig ekki tvisar svona. Og þeir hörfa núna. Það verður Ég er ennþá jafnum á markinu eftir hjá Ólafur Flóka. Ómar á að vera sterkar en þetta. Já, það er hann aftur. Það er flott. Arnór gefur á Róbert. Aftur inn í, komastrakar. Kai, come on. Þetta var skelfilegt hjá Kæli og í Bartalastofu. Það er ekki tekið á honum. Það voru mennarnir vel spenntir að fara að sjá eitthvað, einhverja end product. Næja, hlöðum aftur í. Kæli hefur náttúrulega spilað í fyrsta skipti í næstu deild, hefur verið á Íslandi í einhver 7 ár, alltaf spilað eftir deild fyrir stærstu félögin.
þangað til þeir spilaði fyrir IA í fyrra. Gult spjald á Danna Finns og það er hakan í gólf, það er eitthvað pirringsbrot, en hann er náttúrulega fær aldrei spjald nema þessi pirringsbrot. Come at me ef að þið eru með einhver dæmi annað. Þorlákur Baxter út af og Ingur Rafn Óskarsson eins og áður var sagt kemur inn á. Auka boltinn á vellinum, geggjað. Sjálfsögðu halda Selfyssingar að þessi ykkur bellibrauð í gangi hér. Are you fucking kidding me? Svona munnsöfnuður á heima í Middlesbrough, ekki í 111 Breiðholti. Bara taka það fram. Það er ennþá markalaust í Mosfellsbænum og í Grindavík. Eða Úlfarsálsdalnum. Þið heyrðu þetta væntanlega. Robby Haugs, 2 mínútur í hann. Koma að bekknum og gera sér klar í skiptingu. Robby Haugs, baráttuhundur mikill. Það er erfitt að ná mynd á honum þar sem hann er kjur. Yfirleitt í baráttunni með mann í sér að reyna að taka sprettinu upp kantana. Þingir að það er engin undartekning á það í þetta skipti. Það er spurning hvernig hann leysir af. Hvað vantar mark? Já. Undir upp. Þetta var hérna að fara að læðast inn á Danna Finns. Jæja, nefnum boltan. Já. Ég veit ekki hvert þessu bolti átt að enda, en Danni tók ekki nógu vel á mótunum ef að ætluðum var að gefa hann. Hjalti á Róbert. Kvendal. Og Hjalti ekki. Þetta ekki hendi. Þetta með þessu bulli. Mótvæli voru svo ekki mikil kannski. Gary Martin og hann er pirraður. All is right with the world. Nú það lifa 15 mínútur eftir þessum leik. All to play for, eins og það segja á útlenskunni. Það fer að kólna vel hérna hólnum. Ég sem er gott í glóðurinnar að líta við á álfinum á eftir og hlusta á Troubadours tóna. Álfinum er hotn inn af staðnum fyrir Leiknisfólk og KB-fólk, Hrafnsmyndafélag Breiðholts. Álfurinn styður dyggilega við það starf líka. Þeir eru sponsorinn framan á treyjuna þar og það tekið miklu fóstri við litla bróður Leiknis. Það er margar gamla góðar hetjur Leiknis spila með því liði. Stólurum í hvaða deild það er, hvort það sé 3. eða 4. deildin. Nú hattar með einhver fyrir að taka það ekki rétt fram.
En Róbert Hauks að gera sig kláran. Hann er númer 10 í dag. Það er númer 9 og 9 treyjunum. Markmið hans á tímabilinu að skora 10 kvikindi on quote. Og það væri voða vel þegar það myndi byrja á einu í dag. Robbie Quental hakkaða niður hérna, það var augljóst. Greiði fyrirliðin. Skiptast á orðum, flott. Selfistingar gera skiptingu líka. Það sé ekki þá Samorano, jú. Og Ólafur Flóki Stephensen, markaskorinn sjálfur kemur út af. Hann skora svo sem ekki 2 svona mörk í einu leik. Arnór Ingi á gulu. Arnór Ingi verður að taka sér afsleppun á töflu. Ef hann ætlar að fá klára leikinn. Dómarinn hafa engan húmor fyrir þessu. Og Róbert Quental, þetta er stef sem við þekkjum vel. Getur eitthvað komið út úr því. Með Róbert Hauks með sér í liði. Róbert Hauks kom til félagsins í fyrra fyrir tímabili fyrra frá Þrótti. Hann har aldrei verið alveg á hreinu hvort hann sé að spila sókn eða kant, en hann ávist að vera bestur sem kantmaður. Hann er einn af þeim leikmönnum sem við viljum sjá svona. Blómstra þessari deild. Og 10 kvikindi væri ágætis byrjun. Það er byrjað að rigna aftur og bæti vindinn. Og Samorano, þetta er allt galopið það. Men Binni hreinsar út. Það er eitthvað. En allt mikið tróðandi áttur í okkar mönnum. Eftir að hafa legið svolítið á gestunum. Og Garri fekk að leika svolítið lausum hala hann og komst fram hjá. En ekkert komið upp úr því. Ómar, Danni Finns. Ja. Það er ekki kemur nú upp kantinn. Robby fær hann. Á hann inn í þessi. Já, þetta er flott að setja ykkur hjá hann. Það vantar bara menn hreyfir sig í átt að þeim. Mjög mikið næstu því í dag. Það er ekki tekið á Róberti Quental. Hann er búinn að búa til töluvert af færi minni teik. Selfoss gerir breytingu út af velum 17, Valdimar Jóhannsson. Valdimar Jóhannsson út af. Aron Fannar Birgisson inn á. Eða heyrðu ekki vallaþulunum. Þóri, DJ Þórir.
sem er allt í öll í tæknimálunum hérna á Dómusnóðavellinum. Það fór víða að vera leitað. Barþjónn. Sérfrækir öllu. Flott. Danni gefur hann á Róbert Kvendal. Það er ekki að það búið að slakka á honum. Daði, fær boltinn andlitið. Þetta það ekki á sig fá. Þeim. Ómar. Og þá er Róbert á sprettinum. Róbert Hauksson þetta skipti. Sama kantinum. Það er hotn. Þannig finnst ykkur hotnið. Það er að taka stuttu aftur á Kvendal. Nei. Þetta verður knelt inn í teig. Viljum sjá hausa á boltanum. Þannig fær hann aftur. Og fyrir aftur. Nei. Flott svo sem, bara það vantar herslumuninn hjá okkur mönnum að jafna leikinn. Og enn fær Róbert Kvendal boltan. Sendir var þarna við það komist í gegn. Kæleo. Ef staðan væri 0-0 núna þá væri þetta nú skemmtilegt, en við viljum fara að fá markið sem við þurfum til þess að gera þetta skemmtilegt. Sakar ekkert að skjóta annars lagið. Fyrst engin annar ætlar að setja hausinn í boltan hans. Nú, Hjalti vissi boltan og af kænsku brýtur hann þarna á Selfyssingum og það var allt fór til helvitis. Nú, Hjalti sig kemur út af og Árni Elvar mætir inn á leikinn. Árni. Þegar hann skorar mörk þá eru þau gullfalleg, þannig að vonandi er það þetta í dag. Og ég vil vekja athygli á því á Twitter síðu Leiknis er komin inn skoðanakönnun mannleiksins. Úr er að velja Danna Finns, Hjalta Sig á Róbert Kvendal og Ólafur Flóki. Til að kjósið. Leikmaður sem vinnur fær í verðlaun ekki neitt nema stoltið. Bragging rights, svo kallað. Sem eru mjög stór í hópnum hjá Leikni.
Stórkastlegt. Árni Elvar tekur boltan hana. Aldrei spurning, mjög skýrt. Garri Martin er inn að búið sitt færi. Og Róbert ekki niður hérna. Nei. Æli með að Arnór Ingi láti aðra að tuða. Og svo boltinn í gegn. Já, Ómar Sófi. Hver að vera síðastur og ætlum að vinna leikinn. En menn er ekkert hættir. Hengir engin haus. Þetta er flott. Það er flott að spila og berjast og horfum á Björtuliðana, þá eru komið 5 mörk í tæplega 2 leikjum hingað til. Þeir sem muna 1 ár aftur í tíman, muna að það tók hálft tímabili held ég að skora fyrsta markið. Lengi vel var bara sjálfsmarkið markið sem við hefðum fengið. Þannig að þetta er aldrei leiðilegt. Ja, Daði og Árni Elvar og Arnór Ingi kemur upp. Róbert og Róbert eru með honum. En Hauksson fæst það fram. Það koma svo Arnór Ingi aftur á Árni Elvar. Þannig finns inn í hlöðu. Hopp. Það var harkalega tekið okkar manni. En þurfti sér á fætur. Fyrirgjöf frá Galeo fyrir varnarmann og markurinn. Það er mikið farið í gegnum kantana hjá okkur. Og þá aðalega hægri kantinn með Róbert Kvendal þar í aðalhlutverki. Sérstaklega nú í seinna hálfleik þar sem við sótt nokkuð oftar upp. Inni farin að stinga aðeins niður. Það er ekki óvinnulegt, hann hristi það af sér. Enda með ljónshjarta. Og Kvendal enn inn að ferðina. Það var ekkert. Ja, Árni Súpermann var að spyrja hvort að þessi að vera að grínast í honum. Og Arnór ætlar sér að fá rætt fyrir Kjafbrúk. Elska ástríðina, en nú þarf ég bara að treysta á dómarann að hleypa honum upp um það. Flott skalli frá. Skemmtileg maður, þið heyrið að hann er miklu uppáldi hjá mér. Á, Binni lætur ekki taka sig. Það kemur Kæli á. Klókollurinn upp. Sendingar hans á nú ekki borið mikið árangur í dag. Hvort sem það eru fyrirgjafir eða það eru framan tegin. Ok, Róbert Kvendal. Hans sendingar hafa hins vegar verið stórhættulegar. Það er gott að liðsfélaginn hans myndu taka það til greina. Kæli á kominn og Ómar Só mögulega
Þannig Finns. Þetta er típist að fá. Við getum kallað þetta skot þó að það hafi ekki farið á raman. Komin upp í uppbótartíma skils mér og að það sé 4 mínútur bætt við. Það er ekkert skilti í notkun í lengjudöldinni eða allavega hér í kvöld. Þannig að nú getum við í besta falli ímyndað okkur að það verði jafntefli í kaflaskiptum leik. Árni Elvar fylgir vel eftir og hún er boltan út af. Og þá breytast Selfyssingar í Newcastle. Það er verið að þurrka boltanum, já. Robert Kvendal, honum heiti Hamsi. En það er hann búinn að eiga frábæran leik. Má vel vera súr yfir því að mögulega vera að fara með 0 stig heim. Þetta var skelfilegt hjá Ómar Sói og þá fáið Gary Martin í smettið. Daði Bærings eltir hann upp og Viktor Freyr bætir að einhverju leyti fyrir mistökin í fyrri hálfleik. Það er horn og hakan í gólf aftur. Menn er ekkert að flýta sér að hótt fannunum að taka það. Guld á númer 19, Samorano býst við. Síðasti mögulegi séns núna hjá Leiknismönnum. Og til leiksloka Selfyssingar unnu bikarinn sýnist mér á bekknum þeirra. Ekki bikar Snærdal, heldur bara mjólkurbikarinn. En það er ekki misskilningur af því að við styrtum þeim út mjólkurbikarnum í apríl. En þeir eru vel að sýrunum komnir í kvöld. 2-3 sigur fyrir gestunum í Selfossi. Hamingju með það, þeir sem heima sittið. Leiknismenn koma tilbaka í bikarnum, þar sem við erum ennþá þátttöku réttar á þriðjudag. Við vonumst þess að geta séð það í sjónvarpinu og þeir sem komast geta brunað norður. En ég þakka fyrir áheyrnina í kvöld, áhorfið og áfram Leiknir.